Já, ég heiti Mikael og ég var að hugsa þegar ég var beðinn að koma hingað að mér langaði þá frekar að nálgast þetta með sama hætti og var minnst á að ég hefði nálgast hættina. Ég var að tala við fólk sem væri raunverulega að upplifa fátækt og lifa fátækt eða hefði lifað fátækt, og þegar ég ákvaði að fara í þessa þætti ákvaði að nálgast á ég var að hugsa nýja nálguna því ég var alveg áður sem blaðamaður skrifaði fátækt og fjallaði fátækt og ég man eftir því að síðasta forsíðan sem ég ritstýrði á hinu Alræmdablaði DF þegar ég var þar ritstjóri var mynd af konu sem var öryrki sem fékk 0 krónur í örorkubætur út af skerðingu og þannig að þetta svona sagan endalausa að einhverju leyti og mér langaði að nálgast þetta eins og ég færi í rauninni bara eins og stríðsblaðamaður, það væru hamfarir og þær hamfarir að ganga yfir fólk sem hafa ekki skilið eins og hamfarir eru og ég man eftir því að átakanlegasta sem ég fattaði ekki meðan ég var á þessu hamfarasvæði sem bara í næsta hverfi við mig meðal annars, þá var ég á fjölskylduhjálp og var að tala við Ásgeiri Jónu og svo kemur kona með dóttur sinna sem að frjósa á fótunum og hún 5-6 ára og hún var að bíða í hlýjunni og svo kemur maður sem er að bíða fyrir aðgerð og með gangráð og hann á hækjum og getur ekki gengið og hann fær að bíða þetta líka á hvítum plaststól og ég fattaði ekki fyrir að koma heim og að byrja að hlusta á það nokkrum mánuðum seinna og var að klippa að bara vá, ég var bara inn í Fellahverfi þar sem var bara lítil 6 ára stelpa að frjósa fótunum eftir að staði 1,5 tíma svo að mamma hennar geti gefið henni að borða og gamall maður sem myndi annars bara ekki borða neitt eða var í vandræðum kominn á hækjum og hann gat ekki staðið lengur á hækjunum í röðinni að þetta hefði verið rétt nálgun hjá mér varðandi það að þetta væri hamfarasvæði og þess vegna vildi ég ekki koma bara að blaðra svona í 25 mínútur, heldur miklu frekar að fá að því að fólki sem ég kynntist á þessu ferðalagi mínu snart miðdjúpt og ég veit að margir hlustendur láta líka hafa verið djúpt snortir að heyra þeirra sögu og þess vegna hringdi ég í 2 vinkonur mínar og bara koma og segja okkur miklu frekar frá sinni reynslu frekar en ég myndi blaðra hvað ég sé frábæra blaðamaður. Þannig að Hildur, ef þú væri til í að segja okkur frá þinni sögu. Já, ég er sem sagt 38 ára gömul og eins og sagði, ég heiti Hildur, ég gleymdi að kynna mig formlega. Ég er 75% öryrki og búin að vera það sem sagt síðan 2004 og búin að vera að glíma við sem sagt andleg veikindi og gerðist í rauninni allt saman ég varð fyrir áfalli og þá svona hrundi eiginlega bara heimurinn hjá mér. Það var sótt bæti fyrir mig og ég fer sem sagt úr þessari hraustu manneskju yfir í að verða sem sagt óvinnufær. Mér var bara sagt að ég mætti ekki vinna, þetta væri frekar að einbeita mér að vinna í sjálfum mér og sem ég gerði og tók því en það sem ég sá þegar ég var sett á þessar bætur að heimurinn breyttist. Ég fer sem sagt úr heilbrigðri manneskju, fullfrísk, vinnandi yfir í að geta ekki neitt með litla bætur. Ég var sem sagt með 1 barn þá og sá fram á það að þessar bætur dugðu ekki neitt. Ekki fyrir öllum mínum reikningum, hvorki mat eða uppihaldi, ekki fatnaði, bara ekkert. Þannig að ég náttúrulega fór að leita til þessara stofnana og sem var mjög bent á að fá sem sagt mat og sem ég gerði og hef fengið aðstoð sem sagt ekki bara við sem sagt fæði, heldur hef ég fengið aðstoð við fatnað og sem sagt frístund fyrir strákinn minn. Ég fékk rosalega flottan æðislegan skólastyrk, ég sat ekki alveg auðum höndum heldur fór í skóla. En
þetta var erfitt, þetta var ströggl, var á almennum leigumarkaði og sem að ég sá að ég var ekki að geta. Þannig að ég fekk eftir langa bið íbúð hjá Félagsbústöðum. Þó ég hafi fengið aðstöðu þar og þá var það samt ekki að bæturnar dugðu fyrir öllu. Ég var búin að punta svo margt niður, ég er alveg bara því að fara að segja frá öllum, getur nú hvað á ég að byrja. En þetta er búið að vera ströggl og þetta er búið að vera ljótt ævintýri sem að var ekki mínu framtíðarplan minn var í rauninni allt annað. En ég er samt búin að gera fullt af góðum hlutum í leiðinni þó að ég hef búin að vera að glíma við þetta og glíma við fátækt. Ég er í rosalega flottu starfi í dag sem eins og hún tók fram, ég er peppari sem er samtök gegn baráttu við fátækt. Þetta er rosalega flottur og jákvæður hópur að reyna að vinna úr einhverjum lausnum og hvað má betur gera. Já, ég á að tala 10 mínútur. Viltu segja okkur frá eins og reynsluðinni frá eins og því að sækja matarástað? Að sækja matarástað er ekki skemmtilegasta tilhugsun sem maður þarf að gera og leggja sig sitt sjálfsmat í. Ég man fyrir 12 árum þegar ég þurfti að taka þessi spor. Þau voru þung, þau voru erfið. Þú þarft að leggja alla þína fyrirmynd, allt þitt sjálfsmat, allt þitt öryggi til hliðar til að taka þessi skref til að biðja hjálp. Og þessi skref, þó sé 12 ár síðan, þá eru þau ennþá í minningunni. Ég þarf ennþá að fara í dag og biðja hjálp til að fá fæði á borðið, en þau eru samt ekki eins erfið og þau voru fyrir 12 árum, en í minningunni þá gleymast þau aldrei. Þannig að minni skoðun á fólk ekki að þurfa að vera akkurat í þessari stöðu að biðja mat eða biðja fatnað fyrir börnin sín eða biðja til að geta glatt börnin með því að fara í frístund af því þú getur það ekki sjálfur. Þannig að sjálfsmati mitt, sjálfstraust varð eftir fyrir 12 árum og ég hef verið að reyna að fá það tilbaka en ég mun aldrei samt fá það. Þannig að Upplifir þannig að við tökum svolítið sem samfélag með því að skammta þér það litlar örorkubætur að þú getur ekki alveg séð fyrir þér. Að við tökum að þér því að þú hefur ekki, þegar þú ert að sækja matarástað, hefur ekki frelsi hvort þú viljið fá þér eplið eða banana. Þú verður að þiggja eplið okkar. Maður bara þiggur það sem maður fær og getur boðið það sem maður getur boðið á bóðstili. Og það er ekkert alltaf, draumur manns að fara og maður fær ekki alveg það sem mann langar í. Maður langar í kannski epli í þetta sinn og banan í þetta sinn eða þá sítrónu eða appelsínu eða Þannig að, en maður er með einn góðan kost, það er Hjálparstarf kirkjunnar hefur gefið fólki tækifæri til þess að fá styrk innakort, farið sjálft út í búð og versla það sem það langar í. En ef við röfum þessu upp á þér að hittast reglulega í peppinu og morgun kl. 4 er fundur eða? Það er fundur kl. 4 á morgun og þetta er rosalega flottur fundur, rosalega flott fólk sem hefur að koma að þeim, fólk sem lifir við fátækt, fólk sem hefur verið í fátækt en vill berjast gegn fátækt af því það gleymir ekki þessum sporum eða þessum pakki sem það hefur verið í. Svo er fólk þarna sem er ekki að lifa við fátækt en vill berjast gegn fátækt. Vill bara útrýma þessu orði.
það er 2017 og þetta orð í rauninni ætti ekki að vera til. Og sérstaklega í þessu litla þjóðfélagi eins og sagði við að Ísland er stórt land en þjóðfélagið er mjög lítið. Það er sagt að Ísland sé ríkt land en ef það er ríkt þá ætti það að geta komið í veg fyrir að það sé svona mikið fátækt. Fólk þurfi ekki að vera í þessu sporum. Og það er endalaust verið að sparka einhvern veginn í þennan hóp. Þetta eru nokkrir hópar. Það eru öryrkjar, það eru ellilífeyrisþegar, það er þessi sári hópur sem er sára fátækur. Það þarf alltaf að halda áfram að sparka. Veist af hverju? Er það þörfin eða hvað er það? Peppið hittist klukkan 4 í Gerðubergi á morgun, klukkan 16:00. Takk fyrir þetta. Sanna, þú til að segja okkur þína sögur? Já, ég heiti Sanna Magdalena og ég er 24 ára og svona reynsla mín af fátækt, hún svona kemur út frá því að alast upp með einstæðri móður og það var svona ýmislegt sem var kannski komið í reynslubakkann bara strax við 10 ára aldurinn og það var bara það að mamma vann á leikskóla og tímabili var hún að skúra leikskólan líka og þannig að maður sá hana rosalega lítið, hún var alltaf að vinna og þannig að þetta var maður sá hana á morgnana og helgar. Maður var alltaf sofnaði þegar hún kom heim, þú veist, maður var stanslaus kannski í pössun hjá ömmu eða heima hjá sér og var ekkert mikið að sjá mömmu sína því hún var alltaf í vinnu og þó hún væri að vinna svona rosalega mikið að þá bara svona dugði peningurinn aldrei og svo kannski mamma spenntur að eyða, þú veist, allri helginni með mömmu sinni og þá kannski á föstudagskvöldi þá hefði hún kannski sleppt í að skúra, þú veist, leikskólann af því hún vissi hún kæmist upp með að kannski gera á laugardeginum, þú veist, hún er bara þreytt eftir vikuna og hugsa bara, heyrðu, ég fer bara heim núna og svo skúra ég, þú veist, á morgun en þá einhvern veginn, þú veist, var mamma aldrei búin í vinnunni og kannski átti þetta eftir og það er einmitt þessi upplifun bara að peningarnir dugðu aldrei og þó að þeir væri notaðir bara í helstu nauðsynjar að þá einhvern veginn bara kannski svona 18, bara allir peningurum búinn. Og mamma manns var ekkert að gera neitt, þú veist, fyrir sig og ég man hún keypti oft kannski, hún keypti svona 3 boli í pakka, einhver svona svarta kallmannsboli, bara mjög víða, mjög plain, mjög venjulega og gekk alveg í þeim bara þangað til að byrja að koma svona göt undir göt á bolnum og þá kannski var hún að endurnýja. Þannig að það var ekkert eins og hún væri að kaupa sér eitthvað glænýtt fínt í hverju minnsta mánuði en eitt svoleiðis og matur það var bara keypt út frá því að reyna að kaupa eitthvað sem væri líklegt til að gera mann saddan í sem lengstan tíma og það var ekkert eitthvað steik með sósu og meðlæti og maður var komið rosa mikið ógeð á pasta, það var rosalega oft í matinn, bara pasta og í dag þá finnst mér alltaf erfitt að borða pastarétti en já, og þetta einmitt fer inn á svo marga þætti. Þetta rosalega svona félagslegt, þú veist, þú ert ekkert að kaupa eins og ég man eins og með ritföng, maður keypti náttúrulega bara ódýrasta og ég man ég var einu svona rosalega stolt að því við áttum að gera eitthvað heimaverkefni í skólanum og skrifum eitthvað sjónvarpsþátt og ég klippti út mynd úr sjónvarpsdagskráni og klippti niður svona límband þið vitið þegar maður tekur á blað og límir myndina og setur svona límband í öll hornin. Og ég rosa stolt að mæta með þetta í næsta dag í skólan og þá kennar hann eitthvað að segja að það verður svo subbulegt hjá mér. Og ég alltaf svona manneskja sem legg allt bara í öll skólaverkefni mín og allt þetta. Og þá hún eitthvað, já það hefði nú frekar átt að nota lím. Og þá var ég eitthvað svona, já, þú veist, við eigum ekki lím og við eigum ekki efna því og ég man ekki orðrétt en það var eitthvað svona, já það hafa nú allir efna lími og maður hugsaði með sér bara, nei, það er ekki alveg satt og svona ýmislegt eins og í skólasundi þá var maður alltaf að kaupa bara ódýrustu sundgleraugun og skólasundi í sundhöllinni og það er nú alveg nógu erfitt að vera að synda í þeirri djúpi laug þegar maður er lítill krakki og hvað þá þegar maður er alltaf að tæma náttúrulega vatnið úr sundgleraugunum, þetta er ekki nógu góð gleraugu og ýmislegt svoleiðis en sem það svona erfiðasta var einmitt kannski að eiga ekki mat og vera að hjóla, þú veist, með flöskur og ég man að á tímabili þá var ein flaska á 7 krónur, nú bara hækkaði í dag, ég held að sé alveg komið upp í 16 krónur eða eitthvað og þá einmitt vorum við að hjóla
með flöskur í svörtum ruslapókum og ég man bara var kalt og við vorum að hjóla frá hjóla einhverja vegalengd með þetta allt saman og sennilega því að það hefði verið of dýrt að fara í strætó og einhvern tímann fengum við, minnir mig, eitthvað svona 198 krónur og ég man að fórum með bónus og keyptum sitthvort svona milka súkkulaðistykki, svona súkkulaðiplötu og það kostaði 98 krónur og ég mátti velja hvaða bragðtegund ég vildi. Hann var kannski svona 8-9 ára og ég held að mamma hefði oftast valið með hnetum af því það var alltaf fleiri hitaeiningar því heldur en hreinu súkkulaði eða súkkulaði með rúsinum og margir kannski að furða sig á því af hverju konan hefði gefið barninu sínu súkkulaði að borða en þegar maður ekki búinn að borða lengi, búinn að vera nart í eitthvað þá þarf maður eitthvað svona sykur til að koma upp í rauninni orkunni en stundum var maður ekki búinn að borða bara mjög lengi, narta í eitthvað og einhverjar reddingar hér og þar og einmitt mæðrastyrksnefnd maður eftir að hafa farið þangað og já, þó maður hafi verið þakklátur fyrir þetta að þá veit maður aldrei hvað maður fær í matinn þannig að það er svona kíkja í pókana, byrja að borða það sem maður getur byrjað að borða strax og þannig að það er svona valið einmitt tekið af manni, það er ekkert eitthvað hei, hvað viltu fá í kvöldmat núna? Það er bara hei, við erum að fara að hjóla í mæðrastyrksnefnd og þannig að þó maður sé þetta þakklátur fyrir þetta þá einmitt verður maður bara svona að grípa það sem maður fær og þannig að þetta var svona, já, að vera svangur og það er svona verst af þessu öllu saman og það sem fólk áttar sig oft ekki á er að einmitt stundum á maður kannski bara 20 og eitthvað krónur og við vorum kannski búin með allan pening, búin að fara með flöskur, vorum að leita klinki og einmitt bara allstaðar, stundum kannski gleyma klinki í einhverjum vösum, í einhverjum töskum og að leita hvort maður geti fundið eitthvað og ég man rosalega vel þegar vorum við bara með eitthvað svona 29 krónur og keyptum rúllu af svona póló, svona myntum og já, vorum að skeina okkur með dagblöðum af því að maður er náttúrulega ekkert að kaupa sér klósettpappír þegar maður er fátækur sem búið með allan peninginn og fólk hefur verið að koma með svona athugasemdir bara já, af hverju keyptir ekki frekar, haframjöl eða kartöflur en fólk bara áttar sig ekki á því að stundum á maður er bara 29 krónur og þó að kannski haframjöl sé ódýrt, þá kostar það kannski 98 krónur og þó að það ekki, nóg pening upp í það. Þannig að, og maður hefur mætt svona viðmáti oft að fólk svona trúir þessu ekki alveg, það svona heldur kannski bara að maður eigi að geta treinað peninginn betur, að maður eigi að geta skorið einhvers staðar niður, maður eigi að geta sparað, en svo er bara ekkert alltaf raunin og mamma mín var alltaf bara rosa dugleg, lagði áherslu á að bara setja mig í fyrsta sæti og hún var oft bara mjög svöng með lengi, frekar að gefa mér mat og bara sem leiddi til bara álags og kvíða þegar þú ert náttúrulega að hugsa bara hvernig get ég keypt mat handa barninu mínu og manni langaði ofta að æfa eitthvað, æfa dans, ferðast og það var bara ekkert inn í myndinni og henni er rosa álag fyrir einmitt foreldrið sem að þá hún var ofta að fá kvíðaköst, hún ætla bara kvíði út af því að vera að upplifa þetta bara í hverjum einasta mánuði, vera alltaf að vinna, vera alltaf að spara og samt einhvern veginn bara gengur dæmi ekki upp, sama hversu mikið á reynir og svona kvíðaköst sem leiddi bara til einmitt á þunglyndis og hún þurfti bara tímabundið að fara út á vinnumarkað, ég meina ef þú vinnur á leikskóla þá held ég að enginn vilji einhverja manneskju sem er að fá reglulega kvíðaköst til að hugsa börnin sín og þá líður einstaklingnum bara virkilega eins og hann sé að fara að deyja og líkamleg viðbrögðin geta verið svo að bara hjartslátturinn fer upp í 200 og þú heldur bara að sért að fara að deyja, bara kvíðinn bara tekur yfir þig og þannig hún þurfti að fara tímabundið bara út á vinnumarkaði til að vinna bara í sér og sínum málum en svo náttúrulega þegar þú ert komin á endurhæfingarlífeyri og allt þetta þá ertu ekkert með kannski nægan pening til að geta einmitt leita þér sálfræðiþjónustu og það er kannski eitthvað niðurgreitt af félagsþjónustunni en svo kannski getur ekki haldið áfram af því að þú bara getur ekki borgað og þá ertu komin í hérna vítahring að þú ert að reyna að vinna í þér og þú ert að vinna úr kvíðanum en í rauninni bara svona festist þarna því að þú ert fátæk á örorkubótum þannig að þú ert að eiga það og þú ert líka að eiga við einhvern veginn að hætta að vera kvíðin og hætta að vera þunglynd en þetta setur fólk bara í þessa stöðu og þannig að það er ekkert fátæku fólki að kenna að það sé fátækt og þetta er í rauninni bara svona félagslegt ástand sem að fólk sem kannski mikið að vinnur, það ætti ekki að þurfa að vinna og vinna og vinna og einhvern veginn enda í þessari stöðu. Það er náttúrulega bara eitthvað að kerfinu sem er ekki að sinna einstaklingum sem þurfa það á hjálp að halda og
Þannig að þetta hefur alveg rosa mikil áhrif. Þetta ekkert bara þannig að þú getur ekki, keypt þér fína dótið sem langar í. Þetta hefur alveg áhrif og maður man alveg eftir þessu þó sé svona langt síðan. Þá mótar þetta enda hvernig maður skynjar hlutina og svoleiðis. Þannig að, já. Þetta sé svona helsta. Maður hugsa bara alltaf öðruvísi þegar maður, hefur eða í þessari stöðu. Bara, það maður þarf að hafa mikið fyrir hlutunum, maður þarf að skipuleika sig fyrir dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð. Og þó maður gera það þá einhvern veginn samt. Já, það er eitthvað sem, já. Ef peningurinn dögur þá maður púsla einhvern veginn. Það er nákvæmlega sama hvað maður reynir og hvað maður gerir og það bara virðist ekki. Sama hvernig maður prófar alltaf einhverjar vissa leiðir, það bara, það stoppar alltaf einhvers þar á leiðinni. Já, takk fyrir þetta. Það var einmitt svona niðurstaðan, held ég, af þessu. Mín svona persónulega niðurstaða að tala fullt af fólki að fátækt fyrst og fremst skortur á peningum. Punktur. En fátæki getur alveg valið hvað hann á að fara að borða, ef hann á peningur. En myndirðu koma með spurningar núna? Já, ef þið hafið verið búin í bili, þá ætlum við að fá klappafyrir. Og eins og ég sagði áðan að þá ætla ég að hleypa að 3 spurningum. Katrín, gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir þetta 3. Rosalega mikilvægt að fá, eins og þú segir mikilvægt það er eiginlega miklu mikilvægara að heyra fólk í sinni eigin reynslu en að bara lesa þetta í skýrslu. Og það sem mig langar að spyrja þetta, ég meina það sem hefur þá mestan forgang væntanlega hjá þeim sem ekki með nóga peninga bara til að lifa, það húsnæðið. Af því maður svolítið að hugsa svona ykkar upplifun af þessu. Væntanlega er það kannski það sem veldur líka mest að bíða, það er að tryggja sér húsnæði og það sem þið sjáum í dag fyrir ykkar parta, hvað er það mikilvægast? Er það að hafa húsnæðiskerfið í lagi, er það að hækka og bæta bara kjörin eins og við sögum upphafi, eða þið getur aðeins bara svona ykkar reynslu? Við vorum að ræða þetta ég og konu sem heitir Ásta Dís og hún er samhæfingarstjórinn sem er með PEP-hópinn. Og við vorum akkurat að spjalla í morgun og hvað það væri sem skiptir rosalega miklu máli í þessum kjarna. Það er náttúrulega húsnæðismál, að hafa þak yfir sér. Það er að eiga náttúrulega bara fyrir sínum þessum mánaðarlegum reikningum. Það er að eiga fyrir sínum lyfjum og mat á borðið. Og ég er að reyna að muna hvað 5. var sem hún sagði, af því hún var hún fór í símann svo kom hún eitthvað tilbaka það einhvern veginn svona gleymdist, en það var eitt annað sem hún nefndi. En þetta er svona það sem skiptir náttúrulega rosalega miklu máli, náttúrulega grunnþarfirnar, þannig að er þetta og eiga fyrir þessu og eiga samt líka peningafgang sem að maður þarf ekki að hafa þennan stanslausa kvíða alla daginn, út mánuð. Þannig og fólk á að geta leyft sér hlutina. Maður tímir ekki neinu, af því maður horfir á að fara fyrir 4 manna fjölskyldu bara í bíó, það er bara annað handleggurinn. Þannig að Takk fyrir þetta. Já, ég verð að biðja ykkur afsökunar, ég þekki ekki alla hér inni. Það er mjög gaman að vera á fundi hjá Vinstri grænum og þekki ekki alla. Bara svo að það sé sagt. Gjörðu svo vel. Já. Og mér langar svo að svara spurningunni Katrínar, af því ég hef mikla reynslu á þessu sviði, vann í mörg ár sem fóstra og nærfóstra og svo er ég búin að vera á mjög lágum launum, þetta verður okkur mjög lengi. 1, 2 og 3 og bara milljón, það er að hækka, hafa hærri laun. Þetta er út í hött og ég get bara, ég bara næði ekki að taka 50.000 krónur í skatt á hverju mánuði af 280.000 krónur sem fólk borgar. Bara ég finnst það og stjórnmálamenn sem er búin að vera á þingi ár eftir ár,
þeir sem gera úrræðisherrar, ráða einnig, ég skil ekki árið 2017 hvernig tekið 50.000 krónur á 280.000. Ég skil þetta ekki. Númer 1, 2 og 3, það er að hækka, þannig að við þurfum ekki að fara í raðir, fara í hjálparstofnun og allt þetta. 1, 2, bara viljið taka þetta inn. Takk. Vilborg, nú ætla Vilborg að koma inn. Það voru ekki fleiri sem að réttu bend spurningar. Þannig ég ætla bara að hleypa Vilborgu að og svo höfum við tíma til umræðina og fyrirspurnina hér á eftir. Gjör svo vel, Vilborg. Já, ég ætla bara að gera eins og þau bara tala um sætinu og bara takk fyrir að bjóða mér. Ég er bara að segja það sko, ég ætla að hugsa hvað ég unni lengi í þessum málaflokk að vinna í málaflokk þar sem að þú á hverjum degi hitti fólk sem býr í fátækt. Ég held að þetta sé cirka 14 ár sem ég er búin að vinna hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Áður en það var hef ég alla ævi unnið með fólk, minn fyrsti vinnustofan Kópavogshæli í gamla daga, þannig að ég hef unnið með fólk í alla ævi. En alveg sem þær voru að segja áðan, það velur enginn, sko, fátækt er ekki val þeirra sem við hann að búa. Þetta er náttúrulega fátækt er ákveða pólitíkinu sem hverju pólitíkinu í því landi sem við lifum í. Bara til að það sé algjörlega alveg á hreinu og líka alveg á hreinu að algjörlega sammála Stefaníu það að það er allt of lág laun, það er allt of lítið borgað, en svo er ekki alveg sammála Mikael því að segja að fátækt er eingöngu skortur af peningum. Þetta er bara miklu flóknara en það. Fyrir suma er það, en suma er það samþættingur á skort af peningum og bara skort af heilsu, félagslega stöðu, lága sjálfsmæti, þetta er svona flókið. Þess vegna er engin ein lausn á því til að útrýma fátækt á Íslandi. Það er ekki bara einhver töfra lausn til að veifa einum vendi og fátæktin farin. Eins og ég segi þó við myndum hækka laun hérna hjá öllum 80.000 krónur á morgun, það myndi vera samt fólk sem myndi þurfa að leita til hjálparsamtaka vegna þess að það er annað og meira sem þarf að koma til á sama tíma fyrir þann hóp. Og það er sá hópur sem að gleymist alveg rosalega oft, bara sá hópur. En fyrir mörgum árum þá ákváðum við í Hjálparstarfinu að við vildum sko breyta starfinu okkar og hugsa hvað getum við gert til að fara út frá þessum ölmusu hugsunarhátti sem var. Það tala um það að þetta var ölmusu að gefa fólki mat í poka. Sem er alveg sammála í því að mínu mati er að svona þessi gömul hugsun að vera góður við almúgan og gefa honum ölmusu og gefa honum mat í poka. Og hvað gáttum við þá gert í staðinn? Við vildum bara gera allt okkur starf út frá því að við hugsaum sko mannréttindi. Það getur verið réttur hverju einstaklings að hafa ofan í sjó á, en það var ekki okkar, í Hjálparstarfi kirkjunnar, að breyta kerfinu, en kannski bara setja meir áhrif á því sem við getum gert. Hvað getum við gert? Og þá hugsaum við bara, í mannréttindum þá er það valdeflingin, það er virðingin fyrir einstaklingum, það þáttaka einstaklingsins í samfélaginu og þessi einstaklingsmiðaða nálgun sem við þurfum að hafa fyrir hvern veginn sem kemur til okkar. Við ákveðum bara á þess að hætta með sem matarpoka og fórum út í það að gefa fólki kort, eins og Hildur segir, og þá gafstu þá valið hvort þú vildir hafa fiskibollur eða kjúklingin í matinn, það var bara þitt val. Ég náttúrulega sá að það oft er að gefa fólk mat í poka, það týndi upp úr haframjölið eða fiskibóllunar þegar þú vildir það ekki. Og fórum út í þetta kerfi og í leiðinni lærði við alveg óbáslega mikið. Á þessum 14 árum þá er ég búin að hitta því miður þúsundir einstaklinga sem sumir hafa í skamman tíma þurftu aðstoð að halda og aðrir yfir mjög langan tíma. Og farið yfir þeirra mál og við höfum farið yfir sko, fjármál hjá hverjum einum. Fólk er að koma til okkur og sýna okkur fjármálum sín til að eiga rétt til að fá aðstoð. En í leiðinni að þurfa að gera það, þá valdeflingu í sjálfum sér. Því það vill bara þannig til að það er hluti á hópnum, stór hluti hefur öll sín fjármál algjörlega á hreinu og veit þú er bara ekki nóg. En annar er bara þannig að þú kannski getur þunglyndi, kvíða og annað slíkt, þú er allra ævinni bara tekið saman bara hvað er debit eða kredit. Þannig að svona byrja á því að með valdefla einstaklingin þar inni, en leiðinni, þegar þú setur og peningur og skortur af peningum er óbúslega góð nálgun í að upplifa vankantana og styrkleika í ævi hvers og eins, bara í þínu lífi. Og það gerðum við með þessari aðferð og fórum að hlusta á hvað þarf til, hvað þyrfti til
til að, þú veist, við sem svona þriðja geira stofnun getum gert lífið eitthvað aðeins skárra með því fjármagni og starfsafla sem við höfum. Til dæmis þetta sko, eins og það tala mikið um þetta með matinn, eiga ekki mat og bara, þú veist, og það er algjörlega veitum mál að maður býr við þunglyndi, býr við kvíða, þá getur listakokkur hægt að geta elda, veit ekki sem hvernig að sjáða pulsur á leiðbeiningar. Bara þegar kvíður og þunglyndi er svo mikið að þú bara getur það ekki. Getur heldur ekki vita kannski hvað það hafi matinn á morgun. Og þá ertu farin að kaupa, þú veist, skyndibit, vita kannski 3 kvöldur og peningarnir eru búnir. Ekki að því þú ætlar ekki að hafa þannig, þú varst alveg fóst á staði mánuðin með allt í skipulagi, en svo bara kvíðin þunglindið. Þannig að við getum fara að staða með svona matreiðslunámskeið, þar sem það verður bara að vera eld og grunni, þú veist, ódýra mat, gera, þú veist, svona þessa matseðla og svona. Þannig að við höfum svona í gegnum tíðina bara lært að hlusta á hvað fólk er að segja okkur, hvað er vandinn og reynt að fara eftir því. Og erum að verða betri og betri að gera það og ég segi stundum svona við mína kollega, félagsráðgjafana og segi stundum svona við félagsráðgjafa námið sem er mjög klínist nám að stundum er okkar draumur og við útskrifum svolítið fólk, ég tala við alla sem eru efstur í þarfapíramída Maslow. Efstu toppurinn, það vilja allir vinna þar. Þess að við erum í svona fjölskyldumiðlaði nálgun, þess að við erum að ræða hjónabandsvandann eða barnauppeldi þegar strákurinn kemur ekki heim til sig tíma og svona. En við sem erum félagsráðgjafi, við sem vinnum með fólk, við erum alltaf að vinna neðst, við erum alltaf að vinna með þessar grunnþarfir. Og við erum ekki að sinna þeim fyrir svona eitt lag í samfélaginu okkar. Og það sem þarf að breytast, þessi grunnþjónusta, grunnþarfir verða að vera til staðar því fólk hefur einlegar áhyggjur af því. Eins og til matur í ísskápnum, get ég átt efnalífjunum mínum, get ég átt bleiur fyrir barnið mitt, allar þessi hugsanir sem þú getur ekkert setið og rætt við einhvern barnauppeldi eða hvernig þú eigir að vera betra svona hins meðan enginn er að ræða við þig lausnir á þessum vanda. Og það er það sem svolítið er á kerfinu hjá okkur í dag. Við erum ekki að tala við fólk á því stigi sem það er. Og ég segi stundum er það líka þannig að og ég lærði það, ég var svo heppin að ég fekk svona starfsleyfi, námsleyfi og var í Glasgow og það lærir maður stundum svona þegar maður er svona gestur og minnstu gaman að segja dæmisögur en ég var svona á ráðstefnu konur og fátækt og meðan annars það var mjög flotti fyrirlesarar og frá Edinborgarháskóla og Glasgow og rosa flott og á þessum fyrirlestur var fólk sem líka bjó við fátækt og annað slíkt og svo eftir sátum við svona hópum og að ræða hvað værum hægt að gera að því að skosku stjórnin fengi ykkur meiri peninga sem var spurningum, þú veist, forgangsraða þeim inn í velferðarmálin. Þannig eftir að þeir sögðu já við að vera áfram inn í UK. En ok, og ég sagði þeim frá fínu fæðingarorðinu á Íslandi og hvað leikskólanir hefðu gert mikið gagn á Íslandi og svona vorum að tala saman. Svo kom hlé og eftir hlé þá áttu allir að koma hvað 3 helstu óskir. Og mínu borði, það voru óskirnar þær að þetta hærri svona hækka grunnframfærsluna, hafa svona food benefit, svona búið til nýtt kerfi bara sem ekki var til og hafa svona það sem kemur börnin í svona mömmum opna eitthvað svona mat og kannski meiri leikföng. Og ég bara verið viðurkenna, ég misti alveg málið, hugsa með sér, hvernig túlkar sá sem heldur utan þessari ráðstefnu þess að þetta fólk er að segja til ráðamann í Glasgow. Og ég bara fekk að lesa það og það var gjörsamlega allt annað. Hann er bara nákvæmlega alveg sem ég. Ég bara túlka það sem þær segja mér eins og ég held að þið vilji heyra það. Og þar liggur vandinn, þetta sambandsleysi við fólki sem býr við fátækina, fólki sem býr þess aðstæður, við ráðamennina. Og við kannski erum að segja og koma með tillögur eitthvað sem við höldum að sé svo gott fyrir þau, en ekki kannski akkurat það sem að lausnin liggur. Og við verðum að fara að læra að tengja það niður í það sem að vandinn, og kannski eru margar litla stuttar leiðir sem að saman mynda brú yfir í heildstæðri lausn. En við getum ekki alltaf sleppt þessum litlu brúm á leiðinni að þó okkur þykir það eitthvað að okkar samfélagi eigi að vera búin að þessu hallaræsleg svör, sko. En það er svona hluti sem að eru og ég og segi alltaf að við eigum aldrei að koma saman og ég veit að það var hluti af breytingum í
í félagsmálalöggjöfinni núna að setja inn í þetta með notendasamráðið. Að þeir sem til dæmis eru að framstöðu félagsþjónustunni eiga að hafa verið samráði og ég segi við ykkur hérna sem situr á þingi fyrir að hugsa kynjað launabókhald, hafið líka launabókhald fyrir þá sem búa fátækt fyrir að gera svona ríkisfjármál. Hugsiðu hvað afleiðingar þetta hafi í svona keðjuverkandi afleiðingu. Ekki taka einn hlut, því að það er ekkert síðra og jafnmiklu. Ég veit að þið skrifu undir eitthvað flott plagg fyrir börnin, en líka fyrir þá sem búa fátækt. Og ég sé alltaf, það sem við gerum gott fyrir þá sem búa fátækt, dugar öllum. Það er líka einn hópur sem er enginn að sinna og það er svona hópur sem er hérna búin að vera á örorku í mörg ár og sérstaklega konur sem búin að vera örorku mörg ár. Ef þú ert ekki með barnaverndarmál og skuldar ekki húsaleigu hjá félagsþjónustunni, hjá félagsbústöðum, þá er enginn að sinna hópnum að læknir inn á 3 til 4 ára fresti, þannig að enda niður örorkuna. En það er enginn sem sest niður með þessum hóp Íslendinga og spyr hverju draumar þínir, hvað vilt þú gera í lífinu, er það að bjóða þér eitthvað. Við höfum vannýttan hóp alveg frábæra einstaklinga eins og til dæmis Hildur sem er að gera frábæra hluti í dag. Það er svona, hún fær hvatan og eitthvað sem hlustar á og styður að stíga skrefin. Óbúslega margir þannig og það er enginn og ég hef sagt að Tryggingastofnunin er kannski oft eini snertiflötur þessi stofnun við þessi einstaklinga að þau fyrir kannski svolítið stokka upp og vinna öðruvísi til að geta mætt þessum hóp og það þarf líka að setja fjármagn í að geta farið á námskeið, verða að vefa, prjóna, tefla, whatever, fara í eitthvað námskeið, bara svolítið hvað þínir draumar liggja. Hlusta á draumana hjá fólki. Ekki segja þér, annarkvæm getur þú farið á námskeið hjá annars eða hringsjá. Ef þú vilt ekki það, þá bara farð ekkert. Kannski vilt þú eitthvað bara allt annað. Við erum að hlusta á það og fylgja fólki eftir einstaklingsbasis. Svo náttúrulega kerfið er allt og kassalega. Meina, bara eitt af fárleisa sem ég veit er að til dæmis ef ég væri hérna til dæmis með örorkubætur og væri ég sé nú illa en ef heyrnin mín fær nú líka að fara og ég ætti ekki peninga fyrir heyrnartækjum, ætti ekki peninga fyrir mínum gleraugum, ég fær til félagsráðgjafans og minni þjónustumiðstöð og segði við hana bæri upp minn vanda og segja þú ert yfir kvarða, þú átt ekki rétt en þá segja ég hvað ég vil kæra til velferðarráðs í því sveitarfélagi sem ég býr í. Það var pólitísk ákvörðun. Hvort að ég er rétt af því að fá heyrnartæki eða gleraugum. Sem bara algjörlega átt í högt að pólitísku sitja þarna. Það getur að vera, hljóta eiga að vera í stefnumótun og treysta sínu fagfólki, treysta þeim fyrir að taka þessar ákvarðanir. Hvort að ykkur ætti að geta að lifa mannsæmandi lífi með að fá heyrnartæki eða gleraugum. Svona, bara hugsa aftur kerfið okkur út frá manneskjónum en ekki kössunum sem við lifum í. Við hugsa alltaf mikið í kössum. Svo ég segi stundum, þú getur verið 18 ára barn sem kemur mjög erfiði félagslegu aðstæðum en ákveður það að fara í skóla og skráðu í whatever, hvaða skóla sem er og 18 ára barnum er kannski ekki alltaf að hugsa alla hluti til enda og ákveður að fara í skóla og hugsa fyrir launin mín duga kannski ekki alveg fyrir því að ég geti verið í skóla, bara framfærslu. Fer til félagsþjónustunnar og segir ég byrja í skóla, ég ætti að byrja í skóla, ég þótt alltaf margar einingar. Annarkvæmt þú eru bara hægt í skóla eða hækka við einingarnar. Ég hætti í skóla og fer að framfærslu í félagsþjónustunni og svo segir félagsráðgjafinn eftir 1 ár eða hálft ár jæja, Vilborg, hvernig verður þú ferð í skóla? Ég fá skólastyrk. Og þetta er ekki bara hjá Reykjavík, þetta er mörgum sveitarfélögum um allt land. Svona bara virkar kerfið. Kerfið okkar er alveg óbúslega kassalaga. Við erum hægt að hugsa fólk sem einstaklinga. Við erum að hugsa fólk að það er fitta inn í kerfið sem við erum búin að búa til og kerfið er búið til af fólki. Það er bara þannig. Við getum breytt í ef við viljum og við þurfum að taka ákvörðun um það, annars breytist þetta ekki. Annars verðum við fyrir 10 ár setja sama stað og tala fátækt. Við þurfum að segja, við viljum hafa kerfi sem allir fúnkera í með þær og það hafa allir eitthvað að gefa og við ætlum að hlusta á hvernig sem býr í því. Hvað ætla ég að segja meira? Já. Og ég ætla líka að segja að að vera fátækur og fátækur ekki að sama. Ég var svolítið að íti í Mikael í dag að segja hérna, ég var ekki alveg sammála honum og ég er ekki sammála með því að við getum ekki á sama tíma að tala kennara á lága launum eða leikskólakennara þar sem kannski húsnæðisvandinn er mikill
meðan fólk sem býr við sárafátækt, þó að við myndum fara í dag að segja að við ætlum að gera rosa innspýtingu í húsnæðismálin, það myndir ekki breyta aðstæður þess sem býr við sárafátækt, það myndi ekki breyta neinu í honum. En ég er svo hrædd að það er svo ódýr lausn fyrir stjórnmálamenn að horfa á hópinn sem er þessi sem við auðvitað með samsvara okkur með, við auðvitað með samsvara okkur við kennarunum eða leikskólakennarunum. Það er erfiðara að samsvara sig þeim sem býr við þessa miklu fátækt, að við sjáum hann ekki svo mikið. Þannig að ég er ekki alveg sammála sem Mikael er að segja og ég sé mjög mörgum. Ég get talað í allt kvöld, þetta er mjög hjartans mál. Núna hef ég líka heyrt stjórnmálum tala það að við þurfum að, þetta er fátækt, það eru mjög margir nýir á þingi og þetta er fátækt, segir og svona við eigum svo ótrúlega mikið af mjög flottu efni, það þarf ekki að leggjast einhver rannsókn eins og skýrslugerð. Við erum með velferðarvísana sem eru búin að vera til í nokkur ár sem mæla breytingar hverju ári. Við erum með þessu Evrópu starfi þar sem bara nákvæmlega líka mjög góða mælingar. Eins og kom fram áðan í júni sem Barnaheill, það komið ný skýrsla samt við fátækt aldraðra. Velferðarvaktin hefur verið að gera úttektir. Við eigum svo margar góða skýrslur, þurfum ekki að gera fleiri. Við þurfum að fara að segja og hvað ætlum við að gera, hvernig ætlum við að breyta hlutunum. Frekar að nota orkuna í það. Og bara þegar þið leggja á stað með það, ekki gera neitt án þess að hafa fólki sem býr við fátækt með ykkur í þessum breytingum. Og bara ef við hlustum ekki á hvað það þarf að gera, þá erum við að gera eitthvað sem við höldum að sé svo gott fyrir þau að við gerum. Og það er ekki að gefa sér. Og það er ekki að virka. Við þurfum líka að fara að huga að fjölskyldunum sem heild. Við erum mjög ofta þegar fólk býr við fátækt, þá erum við svona að bjóða börnum upp á sumarfrí, við erum að bjóða börnum að fara í sumarbúðir, við erum að bjóða börnum að búa í sveitadalir, en við gleymum stundum að styrkleikar fjölskyldunar að þú upplifar ekki bara mömmu sem er þreytt þegar hún kemur heim eftir vinnu, svona vitna sig þig, heldur hefði verið frábært eða ykkur að gefa kostur að fyrir sumarfrí saman. Það sem maður getur upplifað styrkleika og góðar minningar og svona, virka þannig líka. Það er bara hluti af því að vera fjölskylda. Og þannig að maður þarf svona huga að því að geta opnað þessum, þann hluta líka fyrir þá sem búa við fátækt, að geta upplifað og hvetja bara líka fólk til að, ég sé mjög ofta þegar fólk kemur til mín, að það segir mér alla veikleika sína, það segir mér að þú ert að koma að biðja aðstoð, þú kemur til félagsþjónustunnar, þú kemur til örugglega viðtalstíma hjá stjórnmálamanni, sest hinum við borðið og segir allt sem er svo erfitt. En ef okkur hugnast þetta standa úr stólunum okkar að vera með fólkinu, vera með þeim á námskeiðum, fræðslu, sumarbúðum, bara í ykkur öðru, þá kemur þessum ótrúlega styrkleikum sem hver býr yfir og miklu skemmtilegra og árangursríkara að vinna með þá heldur að vinna með veikleikana. Við veikleikarnir náttúrulega, við vinnum ekki, við eigum að eyða þeim með því að vinna með styrkleikana. Og svo, þið hafa þessi fyrir lokaorðið mín. Takk fyrir þetta, Vilborg. Ég ætla að gefa þér færi á að kommentera, Mikael. Mér? Já, ef þú vilt. Þið voru ekki saman. Tími til ansvara. Nei, hún var að messa yfir mér í dag, Ég tók 100% markaði. Ég skipti bara skoðun. Þá höfum við það.